Let's go. Já, sælverið og velkomin í þennan þátt af taktíkinni. Þessum þætti ætlum við að fjalla um Dalvík Reyni sem komst upp deild í fótboltanum. Til að vera að byrja á ofurhlaupum. Hann Tobbi, hann var að hlaupa núna 170 km með 10.000 metra hækkun. Velkomin Tobbi og Sævar. Takk fyrir. Hvernig, ertu búinn að ná þér eftir hlaupið? Nei, ekki alveg. Maður verður þungur á sér örugglega 2-3 vikur, en annars líður mér ágætlega. Þú hefðir hingað til mest hlaupið 100 km hlaup, þetta eru 170 km, þetta er dálítið mikið annar pakki. Já, það eru ansi margir þættir sem bætast við, varðandi næringarinntöku og bara það að sofa ekki í svona langan tíma. Þannig að þetta er svolítið mikið annar pakki, já. Þú þarft náttúrulega að halda líka fókus, þetta eru 26 klukkutímar sem þú hleypur þetta á og þá skiptir máli að hafa góða með sér í teyminu og Sævar, þú varst í teyminu með Tobba. Hvað var svona helsta sem að þurfti að hugsa út í? Já, eins og þú sagðir náttúrulega áðan, þá er þetta lengsta hlaup sem hann hefur hlaupið og 26 tímar eins og þú sagðir, þannig að það er mörgu að hyggja. Bæði næringarinntöku, stuðningi og svefnleysi hjá honum og öðru. Þannig að það var svona mjög margt nýtt í þessu og svona margt sem að við munum læra og gera betur næst. Hvað var það svona helst sem þið lærðuð af þessu hlaupi? Já, það var það til þess að ég hef verið mjög duglegur að setja í mig alls konar orkugel og taka inn svona, já, orku sem að fer strax inn í kerfið. Mikið sykur og einhver súkkulaði og eitthvað svoleiðis. En eftir 12 tíma þá segir maginn bara stopp við því. Það þarfti bara að borða bara almennilega mat og ég þurfti að byrja miklu fyrr að setja í mig meiri mat, bara fitu, prótein og svona stærri máltíðir. Þannig að maður varð fyrir miklu orkuleysi síðar í part hlaupsins. Þetta er svo miklu meira heldur en að bara hlaupa. Eins og ég segið, það er þarna næringin, það þarf að hugsa um hvíldina, síðan er bara, þetta eru allt upp í 3000 metra, þetta er fjallalofti sem það er líka að taka tillit til, það er mikið myrkur. Hvernig í ósköpunum býr maður sig undir alla þessa þætti? Það er bara mikil vinna, þú verður að vera mikið að vinna í hæðarmetrum. Telja, ég tel ekki kílómetra, heldur tel ég hæðarmetra. Klifra fjöll upp og niður og þola bæði það að klifra mikið og það að hamra niður. Það er ekki síður sem skiptir máli að það er alltaf þetta dropp 10.000 metra niður tekur jafnvel meira úr þér heldur en 10.000 metrar upp ef þú þolir það ekki. Þannig að það skiptir miklu máli og svo að taka langar æfingar, vera duglegur að venja líkamann við þessa fitubrennslu, reyni að taka ekki of miklu orku á löngum æfingum til að venja líkamann við að vera í svolítið orkuleysi og svo náttúrulega þarf maður auðvitað að hlaupa eitthvað að nóttu til en ég legg ekki sérstaka áherslu á það. Þetta er gríðarlega sterkt hlaup, það er oft talað um þetta sem sterkara hlaup heldur en heimsmeistaramótið og þarna eru atvinnumenn á topp heimslistanum. Þú ert ekki atvinnumaður, þú ert að gera þetta með vinnu. Já, það er svolítið annað Þannig að voru þeir sem eru 4 efstur á heimslistanum, þeir eru allir í þessu hlaupi og það þykir bara mjög flott að vinna þetta hlaup. Þannig að þarna sér maður alla elítuna og ekki bara 4 bestu frá hverju landi, heldur alla aðra líka. Þetta er gríðarlega sterkt og menn gera í því að vera að toppa í þessu hlaupi. En svo er þetta náttúrulega langt og það er bara erfitt, ekki raunhæft að allt gangi upp, en það er mjög mikið brottfall í þessu. Núna talar hann mjög skýrt en þetta hefði ekki verið þannig á meðan og hlaupinu stóð eða hvað Sævar? Nei, það var ýmis konar ástand á honum á leiðinni. Ég mátti hitta hann formlega og veitt honum aðstoð 5 sinnum á leiðinni og svona flest skiptin eftir því sem fór að líða á. Og hann var auðvitað mjög þreyttur þegar hann kom inn á stöðuna í Sjampeg sem er 3. stöðin sem ég mátti hitta hann á og þá kom í ljós að hann var búinn að taka allt of litla næringu nóttina. Þannig ég hafði nú svona smá áhyggjur á honum þá.
En svo lenti hann í smá erfiðleikum eftir það en komst yfir það. En við höfum svo sem farið í gegnum þetta áður og svona æft þetta líka. Ég er búinn að fara með honum á nokkur mót og það var náttúrulega bara alveg frábært að hann skildi hafa sig á stað aftur. En þess að það voru mjög margir sem bara hættu þetta á leiðinni. Þetta náttúrulega 170 kilometrar og 2500 manns sem að taka þátt í þessu og hann endar með 32 meðal atvinnumanna, þannig að þetta náttúrulega alveg geggjaður árangur. En hins vegar náttúrulega margt í þessu sem við höfum lært af og teljum okkur geta bætt. Þar á meðal næringarinntakan og við eigum að gefa okkur lengri tíma á þessum 5 stöðum þar sem hann má fá aðstoð. Og þar á hann bara að stoppa lengur og borða meira og hvílast aðeins vegna þess að hann vinnur þann tíma mjög fljótt upp. Þetta er sérstaklega góður árangur þegar maður horfir á alla þessa þætti, það kemur þetta bakslag fyrir mótið og bara óveist hvort þú nærð að hlaupa og það kemur þarna tímapunktur þar sem að þú bara hrynur niður og segir þetta er búið því ég fer ekki lengra. Já, það er bara lappirnar svo stopp og ég pústaði bara svo það var eitthvað að mér í lungunum, ég var alveg bara andstuttur og hann alltaf háfjallalofti líka og orkuleysi, legg að stað, tognaður í kálfunum. Dóri bróðir hann teipaði mig allan upp og ég bara ótrúlega skildi hafa komist í gegnum það. En út af því þá var ég að spara kálfan og bremsa svolítið meira á lærunum sem að gera það verkum ég klára læruna mér bara ennþá meira. Þannig að eftir svona 130 kílómetra þá var ég hann helvíti bugaður sko og ekki búinn að sofa náttúrulega lengi líka. Og eins og þessari drykkjastöð sem Sævar talar Champex eftir 130, þá hefði ég í rauninni aldrei hægt að fara af þeirri drykkjastöð ekki búinn að borða meira. Ég hefði bara að leggja mig og borða miklu meira og fara bara rólega út af henni. En ég var svona full grimmur sjálfur að fara af drykkjastöðinni en það fekk frábæra hvatningu frá öllu fólkinu sko. Þannig að ég svona, ok, ég ætla að drífa mig aftur af stað. Svo lendi ég bara í svo svakalega orkuleysi og meira heldur en áður sko. Og það var ekki þessi virðið einhvern veginn fyrir mig að halda áfram svona 1/4 af sjálfum mér og með þessa búinn að vera svona lengi bugaður og lappirnar bara þeir komist ekki niður brekku. Þannig að þá var ég svona, þetta er ekki þessi virðið fyrir mig. En svo rölti ég niður þessa brekku og allt fólki náttúrulega hvatti mig áfram og ég fann það alveg að ég fekk að leggjast niður í smástund, sofnaði í bara örfáa mínútur sko. Þannig að hausinn svona restartar og svo sá ég það bara að ég var ekki bara að gera þetta fyrir mig, ég var bara að gera þetta fyrir allt fólki í kringum mig. Og þá var verkefnið einhvern veginn bara allt annað, skilja. Ég get sett annan fótinn fram fyrir hinn og klára þetta. Og bara hent egoinn aðeins til hliðar og bara, herri, nú bara klára ég þetta. Og það var það sem ég gerði. Á þessari stundu, þegar hann dettur niður, þá talar þú við hann, Sævar. Hvað segirðu við hann? Já, við áttum svona smá spjall svona ýmis mál sem að ég kannski vil nú ekki fara nánar út í hér en við ræddum bara saman og ég held að sé nú eins og hann segir samspil nokkurra þátta. Hann leggst aðeins niður og hvílir sig og svo tölum við aðeins saman bara tilganginn og hvað við höfum verið að gera í aðdraganda þessa hlaups. Þannig að hann stóð bara upp og dreif sig á stað sem var bara frábært. Alveg ekki hann skildi klára þetta. Og í raun og veru náttúrulega miklu meira en það þarna seinni partinn. Hann var að taka fram úr fólki aftur eftir þetta. Þannig að hann hækkaði sig aftur sæti sko eftir þetta sko. Þannig að hann hljóp mjög fínt hlaup eftir þetta þó hann hefði viljað fara hraðar en þá hljóp hann mjög fínt hlaup hérna í lokin. Og þetta er rosalega andlegt. Þú þarft að svona dálítið að vinna með þitt hlaup. Þú ert með ákveðið svona leikplan fyrir hlaupið en þú ert líka að keppa í keppendur á leiðinni, langar að taka fram úr einhverjum. Hvernig gekk svona að halda andlegri orku út í gegnum allt hlaupið? Já, þetta er alltaf, eins og segir, þetta er gríðarlega andlegt og svona það var upphaflega út af kálfunum líka, þá ákvað ég bara að ég verð að fara rólega af stað. Auðvitað verður maður alltaf að fara rólega af stað í svona löngu hlaupi, en svona að vera ekki að reyna að eltast við þessa fyrstu, bara sleppa þeim bara. Og kálfinn alltaf sá til þess að ég gat eiginlega ekkert pressað mikið í byrjun. En svo alltaf, mér er gaman að keppa og mér er erfitt að horfa á einhvern fyrir frá mig sem að ég finn alveg að ég er sterkari. Þannig að ég svolítið fer í það gír að pressa sko. En
heilt yfir þá, hausinn var mjög sterkur að mér finnst svona mjög lengi, eins og náttúrulega bara upp, svo þetta bara eftir 110 km þá náttúrulega orkuleysi orðið mjög mikið í langan tíma, það illt í fótunum, lappirnar búnar. Þannig að það er erfitt að halda haus, mjög erfitt sko. Og þá er gott að vera með góðan hóp í kringu sig sem að gott fólk á drykkjastöðum og bara fjölskylda og vinir. Þetta var svo stór hópur, þetta var 17-18 manns sem var bara að fylgjast með mér og hvetja mig. Þannig að það gaf mér náttúrulega hellingsorku og líka fólk heima fyrir sem að fylgist með og ég veit að því. Og sendi góða strauma. Svona síðasta spurning, hvernig, á hvað stað fór hausinn þinn þegar þú komst í mark og kláraðir þetta hlaup? Hvernig er þessi tilfinning? Þetta er alltaf léttir, rosa léttir sko. Ég hef búin að í rauninni svolítið upplifa köl og pínu svo lengi. Ég hef búin að vera svolítið grimmur og vondur við sjálfa þér, bara til að pressa það áfram. Þannig að það er bara ótrúlega gott að komast í mark og eftir að hyggja þá var ég alveg hrikalega ánægður bara að hafa klárað þetta. Oftast næri markmiðið mitt svona bara ég ætla að vera númer þetta eða þetta. En þarna var bara, það er gott að klára 170 km hlaup með þessari hækkun og í háfjallalofti og ég er bara mjög sáttur. Tíminn því miður runninn frá okkur. Það verður rosalega gaman að fylgjast með þér svona í næstu hlaupum. Nú ertu búinn að prófa að hlaupa þetta langt hlaup, þannig að ég efast ekki það að næsta hlaup verði allt öðruvísi. Kíkjum í auglýsingar og kíkjum svo á Dalvíkumenn eftir þær.